Hjartanlega velkomin í föstudagsþáttinn á N4. Það er 19. júní, til hamingju með daginn, konur. Og við ætlum að byrja á flugdegi Flugsafns Íslands og þau eru komin til mín, Steinunn María Sveinsdóttir og gestur Einar Jónasson. Velkomin. Kæra þakkir. Það er hvað vika í þennan dag, er það ekki? Jú, rúm vika. Laugardaginn 27. júní, þá ætlum við að halda flugdaginn frá klukkan 1 til 4. Við ætlum að halda hann á morgun, 20. júní. En Þórólfur leið okkur bara að hafa 200 manns þá, þannig að það var einum og lítið. Þannig að við getum boðið aðeins fleirum að koma á flugdaginn 27. Þannig að það er stóri dagurinn. Og hvernig fer svona flugdagur fram? Það er bara flogið. Já, með alla gestina þá? Eða? Nei, það var nú reyndar gert, ekki kannski alla en þá sem við vildu. Já. Þetta er bara ákveðið skipulag, það er skoðað hvaða flugvélar eru til staðar, hverjir vilja vera með. Hverjir eru sem sagt með sín réttindi í lagi og vélar í lagi og allt það. Svo er bara að raða saman, þessar fara saman, þær fljúga svipuðum hraða, geta gert þetta eru listflugvélar, þær fara tvær saman, láta þær svona hamast í loftinu og hafa hávað og reik og svona. Svona er þetta bara. Ekkert mál. Jó, þetta er helvítis mál. Er það ekki? Hvað er margir til dæmis flugmenn sem að þurfa að vera í startholunum klárir? Þeir bara bíða og... Já, þeir eru margir. Já. Þetta er bæði náttúrulega einkaflugmenn og svo náttúrulega þeir eru margir líka atvinnuflugmenn. Og síðan tekur Landhelgisgæslan þátt og kemur með þyrluna sína, þannig að það er áhöfnir þeirra til dæmis. Og við erum að svona vinna í því að reyna að fá ítalska flugherinn sem er að sinna loftrýmisgæslu á Ísland núna. Við fengum jákvæð viðbrögð við því, en það er ekkert staðfest, þannig að við biðjum fólk bara að fylgjast vel með hvað við getum gert og hvað verður í boði. Við byrjum daginn klukkan 1, þá opna sýningarsvæðið og þá opnum við sýningu safnsins Cargolux sem að fagnar 50 ára afmæli. Er það þá ný sýning sem er að opna? Það er ný sýning sem er að opna. Og klukkan 1:30 þá ætla flugmódelmenn að byrja, sína okkur módelin sín og við erum að vonast eftir mjög góðu veðri, það er alltaf gott veður hérna á Akureyri, en við með sólgleraugun báðar á höfðinu, en við stefnum að því að fljúga módelinu af afróinum sem var smíðað í fyrra og er ennþá í smíðum í tilefni 100 ára afmæli flugs. Og við bara hlökkum mikið til að sjá það fara á loft. Það er sko módel af fyrstu flugvél sem flög á Íslandi sem að flög hérna 1919 í Vatnsmýrinni og í Vatnsmýrinni Reykjavík og hérna Guðjón Ólafsson módelsmiður hérna á Akureyri hann hefur verið að vinna við þetta núna rúmt ár. Og hvað erum að tala um stórt módel? Sko við erum að tala um módel sem er svona 1/3 af stærð venjulegra flugvélar. Þetta er risamódel. Þetta er risamódel. Og með sko stórum öflugum mótor og það er alla stýringar og sko virka og hún mun fljúga. Og hún mun fljúga. Já. Og hún er smíðuð, eins og ég segja, Guðjóni Ólafssoni módelsmíð. Hann smíðar hana algjörlega eftir teikningum og myndum og öðru slíku. Þetta er gull þetta módel. Og svo er sko Cecil Faber sem flög vélinni, hann er í sko. Já, flugmaðurinn er í sko. Með sixpensan aftur sko, eins og hann var. Já, módel af honum sko. Þetta er frábært. Þannig að við hlökkum mikið til að sjá það fara í loftið. Og síðan byrjum við flugsýninguna sjálfa klukkan 2. Og það er mjög erfitt að gefa upp ykkur nákvæmar tímasetningar á hverja einustu vél, en þetta þarf að ganga svolítið smurt og við erum í mjög góðu samstarfi við Isavia og starfsmenn þeirra og þau hjálpa okkur að passa að þetta gangi nú allt vel fyrir sig. Þið eru væntanlega bara á vellinum þeirra eða hvað? Já, það er bara svona ákveð sýningarsvæði sem að vélarnar eru á. Síðan erum við með svona áhorfendasvæði, þannig að það þarf að passa allt öryggi. Já, og hvað ef það kemur inn áætlun flugvél að sunnan? Þá þurfum við að bíða. Það þurfum bara að bíða. Já, það bara stoppum við. Já, það er bara svo. Og hún kemur inn bara sem sýningaratriði. Já, eitt atriði. Já, því að fólk fær mjög sjaldan að koma svona nálægt flugvélum eins og það getur og fær á svona sýningum og í flugsafninu. Það er nefnilega svoleiðis og líka sko flugvélar vekja mikla hrifningu hjá fólki. Við kunnum fæst að fljúga flugvélum, þannig að okkur finnst það flestum mjög spennandi að fá að koma svona nálægt. Þannig að og þyrla Landhelgisgæslunnar alltaf vakið mjög mikla athygli. Þannig að ég held að þetta stefnir í góðan dag. Já, Ítalirnir þeir komu hérna til okkar fyrir nokkrum árum síðan og voru sko, það var ótrúlegt atriði, alveg ótrúlegt.
það er ljóst að þeir hafa gaman að því að fljúga. Já, þessi sem er mögulega að koma. Já, sem mögulega að koma sko, á þotunum sínum hérna. En er eitthvað það að fólk geti farið í svona útsýnisflug, gestir og gangandi, er það ekki þennan? Jú, við stefnum að hafa útsýnisflug, að það verði útsýnisflug í boði hjá Sorkulegar eftir flugdaginn. Þurfum að passa að þetta verði ekki á sama tíma, af því að með þess að segja, ef það kemur farþegaflugvél eða hvað, við viljum takmarka alla flugumferð á þeim tíma sem að sýningin er, það skiptir mjög miklu máli. Og þannig að við svona reynum að stilla það af, þannig að það verður það bara auglýst. Og þannig að við auðvitað bara tristum á að verði gott veður. Gestur segir að það sé alltaf gott veður á flugdaginn. Það ekki? Oftast. Það er með einhverja svona ég man nú vel eftir í þetta. Einn morgunni vorum við mætti snemma og til þess að undirbúa, vorum náttúrulega búin að undirbúa daginn áður og svona, en þá sko var rigning og við hímdum svona undir þakskyggni 10-15 kallar sko til mynd af okkur og það er svolítið dauðasvipun á öllum. En það rættist úr, það hætti að rigna, það kom sólskinn og var dásamlegt. Og bara magna. Það mun verða gott veður. Já. Við tristum því. Og það er líka bara gaman, sko, ég er náttúrulega tekin við af gesti, en við fáum að hafa... Já, þú ert nýi gestur. Ég er nýi gestur, kynni mig þannig á flugsefni. Fólk kemur og spyr eftir gesti og vill fá að hitta eitthvað sem hefur verið í kvikmynd og ég get ekki gert það. En gestur, hann ætlar að vera þulur. Eins og áður. Þannig að það er kunnuleg rödd í hátalarinu. En verður ekki svona fysiskt á svæðinu? Bara röddin? Nei, ég verð bara heima og svo lýsi þessu bara svona... Þetta verður á svæðinu? Já, ég verð á svæðinu. Ég er náttúrulega þarf að lýsa og segja frá sko öllum flugvélum og hvað er að gerast og hvað þetta heitir. Þetta er bara bein lýsing. Já, þetta er bara svoleiðis. Það er eitt sem að ég hugsa stundum þegar ég fer að fljúga. Gamla daga þegar flugið var svona frekar kannski nýtt, þá klæddi fólk sig upp. Er það ekki? Jú. Það fór sko í jakkafötum að það fór borð í flugvél. Jú, ég veit myndir af fólki sko. Það eru myndir hjá okkur inn í safni hjá Steinunni núna sem að fólk bara koma kannski úr Reykjavík og konurnar verið í fínum kápum og kallarnir í frökkum með hatta og allir með hatta og börnin í sparifötunum. Fólk gerði þetta. Kannski að því það flög svo sjaldan. Þetta var ákveðin viðburður. Já, ég meina það er eins og 17. júní, akkur fer fólki ekki skárri föt. Akkur koma menn í einhverjum ripnum gallabúsum og ból og er bara út á 17. júní, bara í spariföt. Við þurfum aðeins að skrúa upp standardinu, ekki? Við veit að þarf að gera það. Þannig að við hvetjum alltaf til að klæða sig upp. Heyrðu, já, koma upp á klæddir á flugdaginn. Hvernig værum það? Það væri gaman. En mega samtalið komið inn þá. Já. Nei, fólk á að gera svona meira þessu. Þetta er alveg gaman. Viðra sparifötin, endrum aðeins. Já. Hvetja fólk til þess. Og bara framöndan bestir tímar á flugsafninu annars, eða hvað? Já, það er nóg að gera. Já. Og Opið alla daga? Já, opið alla daga, frá 11 til 5. Já. Og bara til 30. september. Já. Og síðan tekur vetraopnun við eftir það. Já. Og þetta er náttúrulega búið að vera svolítið svona íslenskt. Svona mikið að gera helgar, minna á virkum dögum, þar til að skólarnir lokuðu og þá er þetta núna svona að fara alveg af stað. Þannig að það er mjög gaman að fá Íslendingana í heimsókn. Já, þetta er alltaf skemmtilegt vegna þess að sko í hruninu, sumarið 2008, þá fór fólk ekki til útlanda. Þá ferðaðist fólk innanlands og það var sko fjölmennasta sumar flugsafnsins frá upphafi og alveg alla tíð. Það komur svo margir, þá komu allir Íslendingar. Geti gerst eftir í sumar. Þannig að það er vonandi. Kærar þakk, já, eitt í viðbót? Já, ég ætlaði bara að segja að það er líka bara gaman að sjá hvað akureyringar og nærsveitingar eru líka hérna tíðir gestir á flugsafninu. Fólk er að kveikja á þessu. Það er að gera. Flugsafninu er hérna bara hjá flugvellinum, fer ekki fram hjá neinu. En takk ykkur kærlega fyrir komuna, gestur, en þú ferð reyndar ekki langt, þú ætlar að sitja aðeins áfram. En takk kærlega fyrir komuna. Kærar þakkir.